Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Já, góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin í Akraneshöll með okkur hérna á IA TV. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fara með ykkur hérna í gegnum leik Kára og Vestra í annarri deild karla. Vestramenn komnir í bæinn, eða komnir hérna á suðvesturhornið, þessir leikir, flestir þessir leikir eru nú spilaðir korter yfir 7 en það sem að ferðalagið er langt fyrir vestramenn þá er þessi leikur klukkan 6 sem og reyndar, það er heil umferð í annarri deild karla í dag. Kári og Vestri mætast hér og síðan fyrir austan taka Leiknismenn frá Fáskrúðsfirði á móti Dalvík Reyni, sá leikur hefst einnig klukkan 6. Síðan eru 4 leikir klukkan 19:15, Tindastóll Víðir, Þróttur Vogum, KFG, Selfoss, IR og Völsungur Fjarðabyggð. Fullt af fótbolta í gangi á Íslandi, við kannski komum nánar inn á það á eftir. Það er spilað í 3. deild karla og inkassodeild kvenna, leikur sem svo sem reyndar í augnablikinu skiptir konur ekki miklu máli. Þróttur Reykjavík getur til sér á toppinn með sigri á Haugum, komist upp fyrir FH sem gerði magnað jafntefli í gær við Tindastól. Einnig er spilað í inkassodeild karla og Pepsi Max deild kvenna. En það er önnur deildin sem er allsráðandi hjá okkur hérna í kvöld og þessi deild er margt ansi mögnuð. Hún er gríðarlega jöfn á bara öllum stöðum. Við sjáum að Leiknismenn sem eru búin að vera virkilega sprækir í sumar, þetta er staðan fyrir þessa umferð. Eftir 13 umferðir Leikni Fáskrúðsfirði í efsta sæti með 25 stig. Flestum á vorum koma þeir með þessum krafti inn í þetta mót. Vestri situr í öðru sæti með 24 stig en takið eftir því þeir eru með 0 í markatölu, með jafna markatölu í öðru sæti. Það finnst mér mjög áhugavert sem að þýðir nú kannski að þetta sjá við, þeir eru ekki að skora mikið af mörkum, þeir eru að skora 17 mörg og fá á sig jafn mörg. 8 sigrar, 5 töp, þetta er bara allt eða ekkert. Síðan er það Selfoss undir stjórn Dín Martins Akurnesings. Þannig að hann er orðinn það núna, þetta titla hann það, Dín Edvard Martin, þjálfari Selfoss, hann er með þá í 23. sæti. Þeir hafa verið í öðru sætinu svona undanfarna viku. Vestramenn hafa náð að læða sér upp fyrir þá. Enda mikið sett í fótboltan hérna fyrir vestan. Dalvík Reynir sem að mætir Fáskrúðsfirðingum er í 4. sæti með 21 stig. Völsungur í 5. sæti með 20 stig. Þannig að það munar 5 stigum á 1. og 5. sæti. Síðan er 1 stig þar niður í 7. og 7. sæti. Víðir og Þróttur Vogum með 19 kort, Fjarðabyggð og IR með 18 kort, KFG með 15 og Káramenn sitja eftir þarna í 11. sæti með 11 stig. Fyrir ekki svo löngu vorum við hérna að skoða þessa nákvæmlega sömu stöðu og þá vantaði Káramönnum bara örfá 1 sigur, 1 jafntefli til að koma sér upp úr fallsæti. En síðan þá hafa KFG náð sér í stig, Þróttur Vogum náð sér í stig, IR-ingar náð sér í stig og sem að hefur gert það að verkum að Káramenn sem hafa ekki verið að ná sér í stig undanfarið sitja eftir. Nú, fyrri viðureignir þessara liða eru ekki margar, þær eru 6 talsins og við sjáum að Vestramenn hafa betur þar með 4 sigra í þessum 6 leikjum. Einu sinni hafa Káramenn sigrað og einu sinni verið jafntefli. Ekki mikil saga þarna á bakvið en þó einhvers staðar verða menn að byrja. En þetta hefur að sjálfsögðu kannski engin áhrif á þennan leik í dag en við skulum sjá hvernig síðustu 5 leikir þessara liða hafa farið. Það var í mars 2018 í fyrra vor sem að Káramenn sigruðu Vestra 3-1
en í síðasta leik í fyrri umferðinni vestur á Ísafirði 3-1 sigur vestra og 3-1 sigur þeirra líka í apríl. Gott ef það var ekki bikarleikur. Nei, það var sannlega ekki bikarleikur, en allavega síðasta haust sigruðu vestramenn Kára hérna í höllinni 2-1. Í fyrri leikliðana í annarri deildinni í fyrra var 2-2 jafntefli á Ísafirði og Káramenn sigruðu eins og áður sagði leikinn þar á undan, en það er orðið ansi langt síðan og þetta var að sjálfsögðu ekki í Íslandsmóti, þannig að Káramenn hafa aldrei sigrað vestra í Íslandsmótsleik. Og sjáum hér síðustu 5 leiki Káramanna, allt og margar rauða tölur þarna. Nú tap gegn Völsungi í síðustu umferð norður á Húsavík 3-0, síðan 3-4 tap hérna gegn Þrótti Vogum. Síðasti heimaleikur var hreint út sagt ótrúlegur. Káramenn jöfnuðu 3-3 og voru að reyna að sækja sigurmarkið í lokin þegar að Þróttarar náðu að kreista fram eina skyndisókn sem þeir skoruðu úr. Algjörlega grátlegur endir á annars stór skemmtilegum leik og ég hvet ykkur til þess að kíkja á upptökuna frá þeim leik. Hún er inn á YouTube-brásin okkar og þar í lýsingu með myndbandinni erum við með tímasetningarnar á öllum mörkunum í leiknum og auðvelt að finna þetta. Kíkið endilega á það. Selfoss sigraði þar áður Kára 4-0 á Selfossi, en Káramenn unnu Tindastól 4-0. Það er síðasti sigurleikur þeirra 4. júlí. Það er vel að komið mánuður síðan að þeir sigruðu í deildinni og Leiknir tók á þar áður í, ég myndi nú ekki segja kennslustund, þetta 5-1 tap. Almennt segja menn nú að þau úrslit séu ekki svona kannski lýsandi fyrir leikinn. Ég er sammála því. Káramenn voru alls ekki svo slakir í þeim leik. En síðustu 5 leikir hjá vestra hins vegar sterkur 2-0 sigur gegn Selfossi í síðustu umferð þar sem þeir náðu að koma sér upp fyrir Selfoss. Þar áður 1-0 sigur gegn Völsungi, en síðan sjáu þið þetta. Útivöllinir hafa verið að trufla á tap fyrir Tindastóli. Neðsta liði deildarinnar 2-1. Þar áður vinna þeir síðan Leikni Fáskrúðsfirði á heimavelli, toppliðið 1-0. En í 29. júní 5-1 tap fyrir KFG sem að situr í hvað 10. sæti akkurat núna og voru nú ekki ofar í töflunni þá. Þannig að þetta er búið að vera ansi skrítið undanfarið hjá vestramönnum. Held að sé orðið tímabært að við kíkjum á byrjunarliðin hjá liðunum og byrjum Káramegin. Þar kemur inn í markið Aron Bjarki Kristjánsson, númer 12 markmaður. Strákur sem er lánaður frá IA, hann hefur verið á varamannabekknum hjá IA í öllum leikjónum í sumar, en þar sem að Skagamenn eru búin að ná sér í annan varamarkmann núna í glugganum, og þá kemur Aron niður í Kára og þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Númer 5 er Birgisteinn Ellingsen, númer 6 Guðfinnur Þór Leósson, 7 Andri Júliusson fyrirliði, númer 8 Ólafur Karel Eiríksson, númer 11 Hilmar Halldórsson, 14 Kristófer Daði Garðarsson, númer 19 Eggert Kári Karlsson, númer 21 Marin og Hilmar Áskjesson, númer 23 Sverrir Mar Smárasson og númer 26 Arnleifur Hjörleifsson. Þetta er hörku lið hjá Káramönnum í dag. Robert Blakala er í markinu hjá vestramönnum, númer 24. Aðra leikmönnum númer 3 Friðrik Þórir Hjaltason, númer 4 Gunnar Jónas Hauksson, númer 5 Hákon Ingi Einarsson. Káramönnum og Skagamönnum af góðu kunnur. Daniel og Safo Batu er númer 6, númer 7 er Soran Plasonic, númer 9 Pétur Bjarnason, númer 14 Þórður Gunnar Hafþórsson, númer 19 Joshua Ryan Signey, númer 21 Viktor Júliusson og númer 22 Elmar Atli Garðarsson fyrirliði. Vestramenn eru með annan Skagamann á sínum snærum og annan Káramann á sínum snærum, en hann er sjálfsögðu ekki með í dag eins og við sjáum. Páll Sindri Einarsson á við erfið meiðsla stríða eftir því sem að mér skilst. En varamannabekkirnir eru svona skipaðir. Gunnar Bragi Jónasson er varamarkmaður, settur á bekkin hérna Auðningi Rolfsson, númer 2,
Númer 3 Haraldur Sturluson, númer 4 Teitur Pétursson, númer 9 Gylfi Brynjar Stefánsson, númer 17 Róbert Ísak Erlingsson, númer 20 Benedikt Valur Árnason og þjálfari Káramanna, nýr þjálfari þeirra eftir að Skarphéðinn Magnússon þurfti að láta af störfum er Ingimar Elí Hlynsson. Varamannabekkurinn hjá Vestramönnum er þannig Brenton Mohammed er númer 25 varamarkmaður, númer 2 er Milos Ivankovic, númer 10 Daniel Agnar Ásgeirsson, númer 11 Aron Robert Spear, númer 16 Hamed Obafemi Lawal, númer 20 Bernard Onanga Etua og númer 33 Jean-Marc Orega, númer 33 eins og segði Bjarni Jóhansson, þjálfari þeirra. Nú, ég ætla að taka mér örstutt hlé hérna áður en að við gerum okkur klára í leikinn, en ekki fara langt. Já, komin aftur dómari dagsins Ásmundur Þór Sveinsson, komin með leikmenn inn í hús ásamt þeim aðstoðardómaranum Eysteini Hrafnkelssyni og Guðna Þór Þórsinni. Já, Káramenn með stertlið í dag sem og Vestramenn að sjálfsögðu. Vestri getur komið sér á toppinn í deildinni með sigri hér í dag og leiknismenn eiga erfiðan leik fyrir höndum þó hafa heimavelli gegn Dalvík Reyni og það eru Káramenn sem að byrja. Andri Júlíusson þar fremstur í flokki. Sjálfsagt spilar hann fram í þessum leik, Eggert Kári með honum, Kristófer. En sjáum það
Hlynur Sævar Jónsson ekki með Káramönnum. Mínar heimildir herma að hann hafi verið kallaður upp í meistaraflokkshóp IA í kjölfar meiðsla Arnars Más Guðjónssonar í síðasta leik. En hér koma Káramenn strax, Eggert Kári nær ekki að koma þessu fyrir markið. Spillan frá markinu, Sverrir skallar frá. Ekki dæmt hérna, leikurinn látinn halda áfram. Vestramenn meðan í vörninni. Badu og svo frá Badu tilbaka. Freyrík Þórir hérna í miðri vörninni. Hérna er Soran Plasonic sem að fær boltan. Sendir hann fram á við, fær hann aftur, sendingin tilbaka ekki góð frá Joshua Ryan Signey. Káramenn falla tilbaka. Káramönnum líkur ekkert á. Vestri hér með langa sendingu fram. Pétur Bjarnason í baráttunni. Og Káramenn vinna boltan. Andri í baráttunni með Blasonic, fær hann nær síðan boltan. Eða Kristoffer sem hann kemst í boltan. Finnur Marino Hilmar. Marino sækir á vörnina, vantar aðstoð. Fín varnarvinna hérna. Og Blasonic fær boltan, Guðfinnur pressar á hann og Marino Hilmar líka. Öxl í öxl, segir dómarinn. Sverrir fær boltan hérna tilbaka, lyftir honum fram á Kristoffer. Kristoffer undir mikilli pressu, vestramenn vinna boltan. Blasonic fær boltan eina ferðin enn, Marino kemur aftan að honum og hér er eitthvað sem að væri þess virði að sjá aftur. Marino heldur andlit sér. Kemur hérna aftan að Marino. Já, þetta var sérkennilegt. En minni á það að þið áhorfendur geti stjórnað sjálfir. Já, höndin á honum fer í andlitið á Marino en virðist nú svo sem ekki vera neitt viljaverk. Frábærlega að spila hjá Kára núna. Andri setur hann upp í horni, Arnleifur á flegiferð þarna en fín vörn hjá Daniel. Nei, fyrirgefðu, ég sé nú ekki hver það var. Hvort það var Hákon, já það var Hákon Ingi. Og nú er alltaf verið að vitlaust á varamannabekkjunum. Ingi Mareli og Bjarni að eigast við. En aðstoðardómari leiksins skakkar leikinn. Dómarinn ætlar að leyfa honum bara að sjá þetta. Þið sé að ræða þetta atvik með Plasonic og Marino. Gæti alveg trúa því. Þá getur leikurinn loksins komist í gang aftur. Blakala spyrnir frá markinu. Og Karel mjög skalla boltan en mestramenn eiga að setja í boltan. Birgir Steinn ákveður að setja þennan út fyrir. Hákon kemur til þess að taka innkastið. Finnur Plasonic, hann er undir pressu en nær að koma boltan aftur á Hákon. Hákon brotið á honum og þarna vita menn hvað þeir eru að gera. Eggert Kári lætur Hákon heyra það og Hákon svarar fyrir sig. Það er einhver hiti í mönnum hérna. Nú er spurning hvernig þeir leysa þetta. Eggert Kári og Hákon kallaðir til. Hvort að
Hvað var að gerast hérna? Andri stillir til friðar. Væri þetta seinna í leiknum er ég nokkuð viss að einhver spjöld hefðu farið á loft en báðir fá sæmilegt tiltal. Hvað það var sem gerðist þarna veit ég ekki. Kemur aukaspyrnan inn á teiginn og það er skallamarki en þeir ná skalla frá Káramenn. Hákon kemur honum aftur inn á teiginn. Aron ekki í neinu vandræðum með þennan bolta. Kastar hérna í höfuðið á Pétri sem var fyrir en hann var ekki að reyna það svo sem. Hilmar kemur þessum bolta á Eggert Kára. Þetta er vel spilað hjá Káramönnum. Boltinn aftur á Eggert og ná ekki, þetta var full erfitt. Sendingin tilbaka. Hins vegar dálítið glæraleg. Arnleifur á Óla Karel. Hann tilbaka á Birgi Stein sem finnur Sverrir Mar. Sverrir síðan lyftir honum yfir til vinstri en beint á Hákon sem skallar hann tilbaka á Blakala. Káramenn ekkert að pressa neitt og framalega hér. Blakala setur hann fram á við. Ólafur Karel vinnur skallaboltan. Plasonic nær að setja hann og aftur er höfuðhögg í kringum Plasonic. Ef það gerist einu sinni en þá er það ekki tilviljun held ég. En hver er ég að dæma í þessu? Andri stendur upp hann. Og Andri þarf að yfirgefa völlinn, það er alveg hárrétt hjá dómara leiksins. Og einnig hjá Leikni og Dalvík Reyni. Og svo fór Batu tilbaka á Friðrik Þóri. Hann spilar yfir á Viktor. Káramenn vinna boltan. Arnleifur, góður snúningur hjá honum. Arnleifur reynir sendingun upp í vinstra hornið, gengur ekki. Andri vinnur boltan aftur. Eggert Kári hérna á miklum spretti. Elmar Atli til varnar og nær að stíga Eggert Kára út þarna. En Guðfinnur búinn að vinna boltan aftur fyrir Kára. Og Arnleifur, mikill barningur núna. Fín vörð. Hákon fer hérna í ansi skrautlega tæklingu og hann var búinn að fá aðvörun. Og fær gula spjaldið af launum. Já, þetta var ansi hressileg tækling hjá honum. Og verðskuldaði guldspjald en það er ekki liðnar 9 mínútur að leiknum. Þannig að hann þarf að passa sig aldeilis. Það getur verið ákveðin kúnst að spila gegn sínum fyrri félögum og það á sínum fyrri heimavelli líka. Það er spennustigið oft örlítið annað við þær aðstæður. Það er Kristófer, gríðarlega góða spyrnur hjá honum hérna í síðasta heimaleik sem við sáum. Sem hann fann Hlyn Sævar á kollinn alveg en þetta er of innanlega og Blakala kastar þessu síðan hérna fram á Þórð Gunnar en Hilmar Halldórsson og færir hérna hrindingur, ekkert dæm. Ég hérna. Ólafur Karel vinnur boltan tilbaka, vel gert hjá honum. Setur hann á Marino. Marino fær Hilmar utan á sig hérna og setur hann upp í hornið á Hilmar sem eldir en boltinn út fyrir. Þetta hefði nú maður í flestum tilfellum séð flautað aukaspyrnu
Það var augljóslega farið í baki á Hilmari Halldórsinni þarna. Og þetta ágætlega að spila Plasonic með slaka sendingu beint á Ólaf Karel. Hann finnur Guðfinn. Guðfinnur reynir að finna Andra en Plasonic vel á verði. Hérna Viktor setur hann út á Hákon. Hákon tilbaka og skipta yfir á Friðrik og Plasonic duglegur að koma að sækja boltan hérna fyrir vestra. Setur hann á Ósaf og Badu sem kominn framalega hérna og Plasonic fær hann aftur. Pétur biður hann á fjær. Aron út úr markinu. Ekki uppmálað. Aron Bjarki. Núna spila gríðarlega vel fyrir annan flokk IA í sumar eftir sem ég skilst. Við finnum tilbaka á Birgistein. Birgistein yfir á Sverri og róa Káramenn aðeins. Birgistein, aftur yfir á Hilmar. Pressað á hann hérna. Hann lyftir honum fram. Eggert Kári, þetta aðeins svo hátt fyrir hann. Og Elmar Atli setur hann tilbaka á Blakala og fær hann aftur. Elmar á Plasonic. Leikstjórnanda þeirra. Og Safo Badu læðir sér hérna framar og fær hann. Og hér það Signý tilbaka á Plasonic. Plasonic lyftir þessu fram á Ósaf og Badu. Hann aftur tilbaka á Plasonic. Plasonic gríðarlega mikið í boltanum. Kemur skiptingin hjá honum yfir á Hákon Inga. Hákon tilbaka á Elmar. Hann á Friðrik. Ósaf og Badu fær hann aftur. Káramenn á að loka ágætlega svæðunum hérna fyrir vestramönnum. Svo kemur langur bolti. Hilmar gerir þetta vel. Hefur betur hann í baráttunni við Þór Gunnar. Skallar hann út fyrir. Safu Badu kastar þessu inn á Signý, fær hann aftur. Og Plasonic skiptir yfir á Hákon. Hákon lyftir þessu síðan inn á teginn í áttina Pétri sem vinnur skallar hann áfram en of hátt fyrir Þórð og Aron kemst í boltan. Já, þetta fer ágætlega á stað. Mikil barátta, svona nokkur spenna á köflum. En Sverrir finnur Eggert Kára, vel gert hjá Ósaf og Badu sem að kemur boltanum á Þórð. Plasonic enn eina ferðin í boltanum, skiptir honum yfir á Hákon. Hákon slaka móttöku, næra halda honum inn á samt. Leikur hann tilbaka á Elmar sem að skiptir síðan yfir á Friðrik. Þannig á Ósaf og Badu. Sending tilbaka. Þetta Káramenn séu sáttir meðan að þeir eru þarna með boltan. Guðfinnur stelur þessari sendingu sem að Eggert Kári núna fremstur hjá Káramönnum. Slökk sending frá Andra, fín barátta hjá Guðfinni, vinnur boltan strax tilbaka, kemur honum á Andra í þetta skiptið. Andri leggur á stað, Arnleifur með honum, Arnleifur kemur hérna, það einn maður í teignum, það Marin og Hilmar. Þetta aðeins svo hátt fyrir hann. Og Ólafur Karel stingur þessu inn á Eggert Kára, liggur, Ósaf og Badu liggur í teignum. En ég ekki viss að þetta sé nú höfuðmeiðsli að ræða en sóknin stoppuð. Vænleg sókn hjá Káramönnum. Lendir hérna í samstuði við markvörð, sinn eigin markvörð. Blakala kom og stökku yfir hann hana.
Og jú, þetta höfuðmeiðsli sýndist mér. Ég þreytist nú ekki á að segja að þið getið endalaust spólað tilbaka í þessum beinu útsendingum á YouTube og skoðað betur atvik sem að eru þess virði að skoðuðu nánar. Og ná Safo Batu staðinu fætur, það gott að sjá. Síðan minnstamál að komast aftur í beina útsendingu með að draga sleðan bara alla leið til hægri. Og í þessum töluðu orðum horfum maður á Arnar Má Guðjónsson högta hérna fram hjá okkur á hækjum. Það hætt við að hans sumar sé búið. Og hvað ætlum við að gera hér? Káramenn voru í blúsandi sókn þegar að þetta og boltinn látinn falla fyrir Káramenn sem að halda honum. Þetta svona aðeins önnur taktík heldur en að láta mótherjan fá boltan og spyrna honum lengst aftur í vörnni til markmanns. Maður að sjá þetta aðeins meira. Núna. Ólafur, Karel, út á Hilmar. Hilmar tilbaka á Sverri. Nú það vestramenn sem að bíða átekta í vörn. Sverrir með langan bolta yfir til vinstri. Andri nær að fleyta þessu áfram og Arnleif sem hérna á flegi ferð inn í teginn. Og hann hvað, hann ennþá með boltan, kemur þessi mark. Arnleifur Hjörleifsson skorar glæsilegt mark fyrir Káramenn. Þvílíkur sprettur og mikilvægur skallabolti sem að Andri vann þarna. Þurfti að teygja sig hressilega. Arnleifur Hjörleifsson með frábært mark fyrir Káramenn og staðan 1-0. Sannarlega frábært fyrir heimamenn. Þetta mark á 17. mínútu. Já, þetta frábær byrjun hérna. Það hefur nú jafnan henta Káramönnum betur að komast yfir í leikjunum. Nú verður forvitnilegt að sjá hvernig Vestramenn bregðast við þessu. Mikilvægur leikur fyrir þá fyrir allt öðrum ástæðum heldur en Káramenn. Káramenn náttúrulega byrjaðir að róa lífróður hérna í þessari deild. En Vestramenn hafa lagt mikið í starfið hjá sér. Miklu meira heldur en menn gera almennt í annarri deild á Íslandi. Hér sækja þeir Pétur, Birgir Steinn brýtur klaufalega á honum hérna, stekkur bara beint upp á bakið á honum. Það óþarf að gefa þeim aukaspyrnur á góðum stöðum. Þetta sannarlega aukaspyrna á góðum stað. Það Viktor Júliusson sýnist mér sem að tekur þessa spyrnu. Allir Káramenn inn á eigin vítateig núna. Pétur lúrir á fjärstönginni. Viktor með spyrnuna hér. Hún inn á miðjan teig, beint á kollin á Pétri. Plasonic virðist nú brjóta hérna á Hilmari Halldórsinni en ekkert dæmt. Og leikurinn heldur bara áfram. Nú gæti nú soðið upp úr ef að dómarinn stöðar ekki leikinn. Hann gerir það svo. Já, þarna ætlaði Hilmar að reynsa boltan frá. Og Plasonic fer í hann hérna.
Já, ég veit ekki hvort ég heyrið þetta heima í stofu. Aðstoðarþjálfari Jón Hálfdán að segja Hákoni að hætta hann og Eggert Kári enn að eigast við hérna og vill fá einbeitingu Hákonsi á leikinn. Áttust aðeins við hérna snemma í leiknum og voru í rauninni heppnir báðir tveir að sleppa með spjald út úr því, eða spjaldalausir skulum við segja, út úr þeim viðskiptum. En Hilmar staðinn upp og þarf að yfirgefa völlinn. Þarna fannst mér Ásmundur dómari leiksins missa af atviki. Og í þriðja sinn sem að Káramenn liggja eftir Plasonic. Hann kemur langur bolti inn á teiginn og Pétur dæmdur rangstæður. Aron hann nokkuð viltur út úr markinu. Birgir Steinn var alveg með Pétur hann en rangstæða dæmd. Spyrnir Aron frá markinu, úti vinstri, Eggert Kári vinnur skallaboltan og vestramenn setja boltan upp í loft, frekar en út fyrir. Ég hef nokkur sinnum komið inn á það í þessum útsendingum hérna, það er ekkert annað en stórkostlega skynsamlegt vegna þess að þá fá þeir tækifæri til þess að negla boltanum alla leið tilbaka hjá Káramönnum. Hákon finnur Birgir Steinn. Fín sending hjá þeim, hjá honum á fyrrum félaga sinn hérna. Kemur langur bolti upp í hornið á Marino sem að vinnur skallaboltan á móti Osafo Batu. En boltinn aftur fyrir endamörk. En þá markalaust fyrir austan. Leiknir 0, Dalvík 0. Fylkir og IBVF eigast í Pepsi Max-deild kvenna. Fylkir komið í 1-0 þar. Kemur langur bolti upp í horni. Pétur Bjarnason nær þessari sendingu. Leggur hann fyrir markið og Plasonic fer hér í Guðfinn Þór. Og dæmdur brotlegur. Hvorki fleiri en færri en 10 erlendi leikmenn á leikskýrslu hjá Vestra. Plasonic skallar hennan bara beint tilbaka. Birgir Steinn skallar hann þar aftur til Plasonic. Býður hann að reyna aftur og hann setur hann aftur á hausinn á Birgi. Og Kristoffer kemst ekki fram hjá Þórður Gunnari. Nei, ekki var það Þórður Gunnar, Viktori. Boltinn út á Osafo Batu. Hann finnur Þórð. Þórður aftur á Osafo. Gunnar Jónas skiptir yfir á Hákon sem að tekur vel á móti boltanum er komin inn á vítategin hérna. Leggur hann fyrir markið á Pétur. Frábær markvarsla hjá Aroni. Aron Bjarki Kristjánsson með stórkostlega markvarslu. Dauðafæri hjá Pétri. Spretturinn hjá Hákoni, frábær, sendingin góð. En sendingin hérna en Arnleifur hefur legið ennþá eftir og þrátt fyrir að leikurinn, boltinn fari út af þá leiði dómari leiksins að leiknum að halda áfram. Það er fáheyrt og fáséð, sjaldséð. Arnleifur fær hér aðlýningu.
IBVF búið að jafna gegn Fylki. Í innkastadeild karla eru Fram og Magni að eigast við. Það er staðan 0-0 eftir 28 mínútur. Og já, það er hiti í þessu, svona kraumar undir niðri. Það er stutt í eitthvað. Aron spyrnir hérna út til hægri. Ólafur Karel er að skalla hann áfram. Osafo Batu kemur honum á Plasonic. Marino pressar á hann og Andri líka, en hann gerir vel. Boltinn berst yfir á Hákon Inga. Hákon lyftir honum. Plasonic var þarna á ferðinni. Kemst hérna fram hjá Birgisteini. Ólafur Karel kemur til hjálpar og Arnleifur síðan kemur honum á Andri snýr, finnur Marino frábær tækling hérna hjá Gunnari Jónasi, vann boltan. Þóruður og aftur á Osafo Batu. Þóruður Gunnar með fína takta hérna á Plasonic. Gríðarlega mikilvægur þessu liði vestra sýnist mér. Plasonic sá maður sem að snertir boltan oftast. Innkast sem að Káramenn eiga þegar rétt 27 mínútur í liðnar. Arnleifur Hjörleifsson með mark Káramanna. Plasonic vinnur þennan bolta, kemur honum yfir undir mikilli pressu, en það er bara Arnleifur sem að hirði boltan upp og fer af stað. Og sendingin upp í hornið. Hákon verður fyrir. Kristoffer nær að halda þessi inn á. Og Signý tilbaka á Hákon. Þetta er ágætlega leyst hjá vestramönnum. Og aukaspyrna dæmd á Ólaf Karel. Enginn hagnaður hérna þó að vestramenn væri ennþá með boltan. Plasonic á Osafo Batu. Hann er rekinn tilbaka, Marino Hilmari. Plasonic, Eggert Kári brýtur á honum. Þetta er réttu dómur. En fín pressa hérna á köflum hjá Káramönnum. Friðrik kemur þá með boltan hérna yfir á Elmar. Aftur á Friðrik. Reynir á varnarfærslurnar hjá Kára núna í þessum leik. Að verja forskotið og jafnvel að reyna að henda nú Káramönnum ágætlega að liggja tilbaka og sækja hratt. Sverrir kemur þessum frá. Andri nær að fleyta honum áfram á Kristoffer, en snertingin í honum full löng. En hann vinnur boltan aftur hérna eftir slaka sendingu frá Elmari. Aftur á Arnleif, en hann undir mikilli pressu losar hann bara upp í vinstra hornið. Osafo Batu með langan bolta beint á kollin á Sverri Mar. Og Guðfinnur hérna, já, aukaspyrna dæmd á Þórður Gunnar sem að varð þarna fyrir Guðfinni. Hann er jafn hissa á flestir held ég. Þannig að ég var nokkuð viss að verið að dæma aukaspyrna á Guðfinn Þór. Sverrir með boltan fram hérna yfir Eggert Kára, en á Marino. Marino brýtur síðan hérna og Marino er að uppskera gult spjald. Þeir eru ekki alveg sammála hvort hann var búinn að fá aðvörun eða ekki, en það skiptir ekki öllu máli. Þessi tækling harkaleg svona
og ágætis tímapunktur til þess að gefa gult spjald þegar að rúmur hálftími er liðinn. Eitt spjald á hvort lið. Og fær leikurinn að fara í gang aftur. Plasonic setur hann háan fram á við á Pétur, ætlaðan Pétri, en Arnleifur kemur þessu tilbaka eða fær hann í sig. Aftur á Aron. Aron búinn að eina alveg stórkostlega vörslu hérna. Marino með Osafo Batu í bakinu. Brotið á honum síðan. Marino ekki sáttur, en vel gert hjá honum hérna. Tók boltan á kassan og með mannin í bakinu. Kemur langur bolti yfir til vinstri beint á Arnleif sem að fellur við hérna. Og hér liggur einn mestramanna eftir. En er staðan á fætur. Hérna kemur Þórður Gunnar, nálgast vítategin. En missir boltan og langt frá sér. Arnleifur síðan kemur þessu frá en ekki langt. Gunnar Jónas á Signý. Hann á Hákon. Hákon á Gunnar Jónas. Hann aftur upp í hornið. Það er Hákon komin upp á endamörku. Leggur hann út í tegin. Marino Hilmar kemur þessu frá. Og Signý nær að halda þessu inn á. Hann liggur aðeins á Káramönnum. Og Safo Batu nálgast tegin. Leggur hann út til vinstri á Þórður reynir fyrir gjöfina. Hilmar Halldórsson er fyrir og boltinn út fyrir. Hilmar á Friðrik. Og róast þetta aðeins. Sóknin á eflaust bara eftir að þyngjast þess að maður líður á leikinn. Meistaramenn vilja sækja jöfnunarmark og sigurmark í kjölfarið, alveg klárt. En eins og við sáum á hann að þá hafa útivellinir verið erfiðir hjá þeim. Plasonic finnur hérna Gunnar, en Andri kemur vel tilbaka, vinnur boltan. Pétur hins vegar nær honum á honum. Pétur með flotta hreyfingu þarna, en Andri bara stelur boltanum á honum aftur. Skiptir yfir til hægri. Marino eldir. Hann er einn með Osafo Batu hérna á eftir sér. Hann þarf að bíða. Osafo kemur boltanum síðan út af. Já, Marino hafði ekki mikla möguleika þarna, vantaði menn með sér. Eggert Kári fær boltan hérna úr kastinu og sparkar síðan Friðrik Þóri niður, sem að fann alveg fyrir þessu. Hann ætlaði nú að sparka í boltan, en Friðrik var á undan í hann. En Friðrik staðinn á fætur, hristir þetta af sér. Blakala tekur þessu aukaspyrnu. Þarna er lett bakhrinding, en Marino fær boltan aftur með hælspyrnu, hittir ekki á samherja. Pétur Sverrir brýtur á honum, þetta er rétt. Hárréttur dómur þarna. Signý skiptir yfir til hægri. Arnleifur í baráttunni, vinnur skallaboltan. Gunnar, Andri vinnur tilbaka og Gunnar Jónas liggur eftir. Hákon kemur þessu fyrir markið. Signý leggur hann út á Plasonic, hann skýtur beint í Birgir Stein, en hann finnur Plasonic vinsinn. Þeir eru búin að spila mikið sín á milli og Pétur dæmdur rangstæður. Þetta er hörkuleikur sem við erum með hérna. Við höfum svo sem aldrei kvartað undan skemmtanagildi leikjana hjá Kára hérna á Akranesi.
Yfirleitt nóg af mörkum, fullt af dramatík og mikið af spennu. Einstaklega gott sjónvarpsefni. Aron með aukaspyrnuna út til vinstri á Kristoffer sem heldur honum inn á. Og Andri með fær aukaspyrnu hérna. En full snöggur að taka. Það var Viktor sem að breyta á honum hérna, eða Elmar, ég sá ekki hvor það var. Og gefa Káramessi tíma til að stilla upp í þetta. Birgir Steinn og Sverrir Mar koma inn á teiginn. Það er Kristoffer sem að tekur spyrnuna. Þessir inn á nærsvæðið. Blasonit skallar í samherja en kemur þessu síðan frá. Kristoffer vinnur boltann aftur, missir hann frá sér og Signý leggur hann út á Hákon. Hákon síðan með langan fram, ætlar Þórður Gunnari. Birgir Steinn les það, Guðfinnur finnur Kristoffer, hann á andra. Vestara-menn gerir núna að vinna boltan en Káramenn eru það bara líka. Ólafur Karel, fín barátta hérna, Signý vinnur boltan. Kemur hún síðan hérna inn fyrir og þarna er Viktor Júlíusson við það að sleppa í gegn. En Káramenn þurfa að gefa hornspyrnu. Það er 37 mínútur rétt rúmari liðnar. 20 mínútur liðnar frá markinu. Þessu frábæra marki sem Arnleifur skoraði. Kemur boltinn inn á fjær, Gunnar skallar hann aftur út í teiginn, Blasonit síðan með skot með vinstri langt yfir markið. Engin tíðindi að austan en Fylkisstúlkur aftur komnar yfir 2-1 gegn IBVF. En það 0-0 hjá Fram og Magna. Aron spyrnir út til vinstri og út af. Slög spyrna hjá honum. Og Safo Batu lyftur þessu inn á teiginn. Birgir Steinn hreinsar frá. Beint á Andra. Andri nær að miklu harðfylgi að halda boltanum. Guðfinnur nær ekki hreinu sparki en Kristoffer tekur hann skemmtilega niður hérna. En Gunnar Jónas minnur á honum boltan. Signý á Blasonit. Hann út á Hákon en Arnleifur er á undan í boltan og hann leggur af stað. Og þarna er rosaleg tækling hjá Signý. Og það er Joshua Ryan Signý sem er að fara í bókina. Já, ekki nokkuð spurningur þetta. Arnleifur stökkar reyndar upp úr þessari tæklingu þannig að skaðinn varð ekki of mikill en tæklingin kraftmikil. Og þá samkvæmt lögunum er í rauninni engin skylda að maðurinn sé tekinn almennilega niður ef að bara hraðinn og krafturinn í tæklingunni er þannig að þá fín pressa hjá Marino en hann dæmdur brotlegur. Marino verður að passa sig náttúrulega að mótmæla ekki harkalega. Hann er á gulu spjaldi. Marino keyrir tilbaka á eftir boltanum. Signý. Fín sending hjá honum en aðeins og framalega fyrir Viktor. Fjörutíu mínútur liðnar, 5 mínútur eftir að venjulega leiktíma í fyrri hálfleik hérna. Og Aron spyrnir frá markinu, beint á, og hann er nú farið í bakið á Marino, eina ferðin en ekki dæmt. Andri í mikilli baráttu og Gunnar Jónas
vill fá þetta innkast en fær ekki. Hilmar á Eggert Kára. Andri og það mikill darraðadans hérna. Signý beint á Hilmar. Hilmar finnur Marino. Hann á Andra, hann á Eggert. Þetta er svolítið erfitt spil. Mikil barátta hérna. Elmar nær að koma boltanum út á Hákon og þá róast þetta aðeins. Og Safo Badu á Þórð Gunnar sem að leggur af stað. Gunnar Jónas skiptir yfir á Hákon, þetta er vel spilað hjá Vestramönnum. Hákon síðan með sendinguna fyrir markið og Pétur vinnur skallaboltan. Guðfinnur kemur þessu frá beint á Gunnar sem var fyrir skotið og það er ekki svo langt framhjá. Vestramenn ekki fengið mikið af opnum færum, þeir hafa fengið eitt. Pétur Bjarnason komst í dauðafæri sem að Aron varði stórkostlega. Boltinn tilbaka á Blakala. Blakala lyftir þessu bara beint upp í loft og hérna kemur enn einu sinni þessi regla honum til bjargar. Eða þarna hefðu Káramenn samkvæmt gömlu reglunni fengið innkast á mjög ákjósanlegum stað. En í staðinn er boltinn látinn falla. Og Vestramenn skilunum. Og það velti fyrir sér hvort að það komi upp sú staða að liðið ákveðir hreinlega að gera það ekki. Andri mikill í baráttu þarna. Það er ekki að vinna boltan. Arnleifur les þetta vel. Arnleifur finnur Kristófer, hann á Guðfinn. Guðfinnur undir pressu. Stendur hann af sér. Finnur Marino. Marino með slaka sendingu, ætla að andra. Og Vestramenn komnir með boltan. Pressa hérna á Hilmari, kemur hún á Marino. Marino með kloppa á Gunnar en nær ekki að vinna boltan en það telur ekki. Kemur langur bolti á Pétur. Sverrir vinnur skallaboltan og Guðfinnur með sendingu aðeins og Atala fyrir Marino. 1,5 mínútu eftir að venjulegum leiktíma. Það verður nú einhverju bætt við, sjálfsagt einhverjum 2 mínútum. Pétur hérna í mikilli baráttu við Sverri. Vestramenn halda boltanum, Plasonic á Þórð Gunnar. Þórður á Pétur, hann tilbaka á Safo Badu. Hann á Signý. Signý rekinn út til hliðar og Guðfinnur kemur boltanum út fyrir. Það er það Signý sem fær hann hérna á innkastinu. Pétur Gunnar Jónas yfir á Elmar. Elmar Atli lyftir þessu inn á fjársvæðið. Hilmar Halldórsson skalla frá. Og Safo Badu í baráttu við Marino og Hilmar. Og boltinn tilbaka á Sverri sem hann lyftir þessu lauflétt hérna fram. En Vestramenn vinna boltan hérna hátt á vellinum. Allir Káramenn fyrir aftan boltan nema Andri Júl. Signý tilbaka á Friðrik. Nú er það Káramenn aðeins að reyna að lyfta liðinu upp, myndi ég halda. Signý lyftir þessu, sér hvað Pétur er staðsettur. Birgir Steinn minnur skallaboltan. Þeir eru þarna á svipuðri stærðargráðu, þessi tveir. Andri mikill í baráttu við Elmar. Elmar hefur betur og kemur boltanum á Friðrik. Þannig að hefði Hilmar mátt taka boltan á kassan. Sverri var að láta hann vita, hann hefði tíma. Já, hver á skallan út fyrir.
Það venjuleg leiktími með liðin í fyrri hálfleik. Það mjög gott fyrir Káramenn að halda út hérna gegn þessari pressu. Já, þessi bolti siglir bara aftur fyrir. Nú almennt talað að fá mark á sig rétt fyrir hlé ekki að besta í heimi. Aron gefur sér bara ágætis tíma í þessa markspyrnu. Rekur sittlið fram á völlinn. Spyrnir út til vinstri. Arnleifur vinnur skallaboltan fyrsta en Plasonic vinnur annan. Setur hann upp í hægra hornið. Mikil barátta þarna Viktor Júlíusson. Hér Viktor algjörlega að missa eitthvað einbeitingu hér. Rífur Birgir Stein niður. Og enn æsingur hérna í hægra horninu. Og það spurning hvort að Viktor að fara í bókina. Og Elmar kallaður til líka. Og Birgir Steinn. Káramenn vilja fá rautt spjald og það spjald líka á Birgir Steinn. Gult spjald á Viktor. Og Birgir Steinn líka. Gult spjald á línuna. Já, við erum það á bekknum hjá Káramönnum. Þeir vildu nú sjá meira sér annan lit á spjaldinu. En ég myndi halda að þetta væri erfiður leikur. Erfiður leikur að dæma, það sýnist mér. Ekki öfundsvert starf sem að Ásmundur í. En það gríðarlega mikið undir hér. Ingimar Elín lætur verið sér að heyra á varamannabekk Kára. Og þá flautað til hálfleiks, staðan 1-0 hér fyrir Káramenn. Í bara virkilega skemmtilegum leik. Það var Arnleifur Hjörleifsson sem skoraði mark Káramanna á 17. mínútu. Vestramenn vissulega búin að vera meira með boltan en hafa ekki náð að skapa sér nema eitt mjög gott færi sem að Aron Bjarki Kristjánsson varði frábærlega. Við munum taka okkur 15 mínútna hlé líkt og aðrir hér í húsinu og við komum aftur með síðari hálfleikinn eftir 15 mínútur, ekki missa því. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Já, velkomin aftur í síðari hálfleikinn. Hérna með okkur á IATV. Óbreytt lið hjá báðum félögum. Hákon hérna að fá boltan út til hægri, kemur með boltan inn á fjær. Aron út af markinu, gríðarlega öruggur. Já, óbreytt lið. Aron Bjarki í markinu hjá Kára. Arnleifur, Birgir Steinn og Sverrir Mar og Hilmar Halldórs í vörninni. Guðfinnur Þór, Ólafur Karel og Kristófer á miðjunni. Á Marin og Hilmar, Eggert Kári og Andri Júlíusson. Fremstu þrír hjá Káramönnum, en Kristófer liggur hér eftir. En staðinn á fætur þó, fekk hann að högg á síðuna. Eflaust mist andan. Og lið vestra er þannig skipað: Robert Blakala í markinu, Friðrik Þórir og Elmar Atli Garðarsson hafsendar, Daniel Osafo Badu og Hákon Ingi Einarsson í bakvarðarstöðunum. Miðjunni þeir Joshua Ryan Signy, Gunnar Jónas Hauksson og Soran Plasonic. Og fremstu þrír hjá þeim: Viktor Júlíusson, Pétur Bjarnason og Þórður Gunnar Hafþórsson. Hákon líktur þessu hérna fram á. Pétur rekinn tilbaka. Káramenn á að minna boltan, koma sér fram. Andri Júlíusson stekkur hann að manna hæst, en enginn með honum. Gríðarlega mikilvæg leikur fyrir bæði lið, en vestramenn hljóta að gráta það að Leiknir Fáskrúðsfirði leiðir í leiknum fyrir austan gegn Dalvík Reyni, sem að þýðir að sama hvernig þessi leikur fer, að þá komast vestramenn ekki upp fyrir þá eins og staðan er akkurat núna. Kristófer snýr tilbaka á Arnleifur finnur Ólaf Karel, hann tilbaka á Birgir Steinn sem finnur Sverrir Mar. Pétur pressar á hann, hann setur hann upp í hægra hornið á Marino sem kemur hérna inn á völlin, finnur Andri leitar að möguleikum, skiptir yfir til vinstri. Eggert Kári gríðarlega fljótur, kemst fram fyrir Hákon hann. Eggert Kári með góða sendingu á Kristófer, missir hann langt frá sér hann og aftur fyrir. En það breytir ekki því fyrir vestramenn að þeir þurfa að rembast við að halda Selfossi fyrir neðan sig. Það eru 4 leikir að hefjast núna, korter yfir 7 í deildinni, og þar sem að meðal annars leika Selfoss og IR. Og Selfissingar ættu nú, ef allt er eðlilegt, að vinna þann leik. Skallatennis í gangi hérna núna, en Viktor tekur boltan niður. Guðfinnur á Andri tilbaka á Sverrir. Sverrir kemur síðan með boltan fram hérna á Eggert Kára sem að nær ekki góðri snertingu. Hákon losar þetta fram en beint á Sverrir Mar sem að kemur með hann aftur upp í vinstra hornið. Kristófer pressar á Hákon, Hákon gerir þetta vel, stígur hann út. Hákon finnur bara Guðfinn Ólafur Karel út á Eggert Kára, hann róar þetta aðeins niður. Fram komið yfir gegn Magna 1-0 í innkastadeild karla. Hilmar að reyna að komast hérna fram hjá Þórði Gunnari, tekst ekki, boltinn út fyrir. Ingimar Eli, þjálfari Káramanna, gríðarlega, já, ég veit ekki hvað maður að kalla það, á enskunni kallað vókal, lætur vel í sér heyra á bekk Káramanna, en hérna kemur ljótt brot hjá Sverrir Mar og Sverrir Mar klárlega að fá gult spjald hér, ekki annar litur á því. Já, þetta var ansi skrautleg tækling og Bjarni Friðriksson
Bjarni Jóhansson fyrirgefi og eins og fleiri á bekknu hjá Vestra vildu sjá annan lit á spjaldinu en fengu ekki. En hvort að gefið var spjald á Bjarna líka veit ég ekki. En það hafa verið nokkrar skrautlegar tæklingar í þessum leik og getur verið að verði vandræði með þegar líður á. Það er búið að vera svona einhver undiralda spennu, þrungin undiralda í þessum leik. Og Safo Batu tekur þessa spyrnu inn á teiginn. Guðfinnur skallar þetta frá. Eggert Kári tekur hann niður, nær að taka með sér. Eggert Kári leggur hann tilbaka á Arnleif sem að lyftir honum fram á við, aðeins fyrir aftan Andra Júl. Og Hákon fram á Signý sem að nær ekki að halda þessum bolta inn á. Kemur kastið fram á Hákon, vinnur skalla inn við gegn Eggerti Kára. Andri nær ekki að komast í þennan. Eggert Kári, Andri, þetta er erfið sending en Andri lyftir þessu inn fyrir og Kristófer hættir við. Sýnist Gylfi Brynjar vera að gera sig kláran að koma inn á fyrir Kára. Spurning fyrir hvern. Það er Marino eða Eggert Kári. Marino með guldspjald. Vestramenn að broti hérna. Guðfinnur gerir það og þá kemur Gylfi Brynjar. Sýnist þetta að vera hann. Og það er Marino Hilmar sem að fer að velli. Gylfi Brynjar Stefánsson. En aukaspyrna örlítið framar en áðan og nú er það Signý sem að tekur spyrnuna inn á í áttina. Pétri Birgisteit skallar þetta upp í loftið en þarna er smá miskilningur milli þeirra Gunnars og Viktors og Viktor fipaðist og náði ekki að stýra þessu á ramman. Nú finnst einhverjum Ísfirðingum í stúkunni að Aron sé farin að tefja en hann spyrnir hérna út til vinstri. Viktor vinnur skallan og Pétur vinnur annan. Plasonic upp í hornið á Viktor þarf að snúa, reynir að finna Plasonic aftur. Gylfi Brynjar kemur þessu frá. Hákon fer hér með hendina í andlit Andra Júliussonar og það er annað gult spjald á Hákon og Hákon Ingi fær hér að fjúka. Já, það er oft þannig að eins og ég hef búin að koma inn á hér fyrir leiknum að þegar menn spila gegn sínum gömlu félögum og í talnum á sínum gamla heimavelli að þá er oft spennustigið ansi hátt. Og Hákon fær hérna annað gult spjald, þetta er ekki beint rautt, vek athygli á því. En hann fer hátt með handlegginn, hvort sem það er viljandi eða ekki. Ég ætla mér að leyfa mér að efast að það sé viljandi gert.
en háskalegt var það og uppskar seinna gula spjaldið og Hákon er farinn. Andri þarf ekki að vera utanvallar, víst að það var spjald. En eitt sem hefur vakið athygli mína í þessum leik er liðsstjórnin hjá Vestra fær ansi frjálslegan boðvang. Jón, en hér kemur spyrnan inn að markinu og Blakala grípur þetta. En boðvangurinn er engan veginn virtur hérna, en það er hann kannski ekki merktur hérna. En aðstoðarþjálfari Vestra hefur búinn að standa á hliðarlínu við miðlínuna nánast allan leikinn og hefur nú látið í sér heyra og þeir standa tveir sem að má heldur ekki. Ólafur Karel vinnur boltan hérna, Blasonið, nei af Osafu Badu, en ekkert dæmt. Ólafur Karel kemur þessu á Hilmar sem að reynir sendingun á Andra sem að ákveður að láta hann fara fyrir Kristófer. Já, þetta er háspennu leikur hérna, en það er ekki allt unni með að vera einum fleiri. Það hefur margótt sýnt sig. Káramenn verða að passa sig að verði ekki eitthvað værkærir. Blasonið finnur Pétur, farið í baki á honum, Birgir Steinn gerir það. Og aukaspyrna dæmd. Já, þetta held ég að sé alveg hárrétt. Og þá en ekkert spjald. Bjarni beðinn að sittast á bekkinn hjá Vestra, en hættuleg staður fyrir aukaspyrnu hérna. Signey og Viktor báðir klárir að taka þetta. Og gult spjald á, já hvern? Á Andra fyrir að færa varamannabekkinn. Nei, ekki varamannabekkinn, varnarbekkinn. Þetta var áhugavert. En þá er það Viktor, hleypur yfir boltan, Signey í fjærhornið, en þetta er yfir markið, nei nærhornið fyrirgefi, en Aron horfir bara á hann fara yfir markið. Já. Kemur Aron með spyrnuna núna út til hægri. Ólafur Karel í baráttunni, en Blasonið kemur honum á Pétur. Pétur rekinn tilbaka, hann á Badu, hann á Friðrik. Hann skiptir yfir á Viktor sem kemur hérna niður í hægri bakvarastöðuna í stað Hákons. Og í sama mund er Signey kominn hérna í rauninni í framlínuna með Pétri. Pétur setur hann á Signey sem að nær góðu skoti að marki, en Aron ver nokkuð auðveldlega. Hér Arnleifur með langan bolta, Andri í baráttunni, gefst ekkert upp með þetta. Vel gert hjá Blakala sem kemur og sparkar boltan í minn burtu. Blasonið tekur hann niður, leggur hann út á Osafu Badu. Hann reynir að finna Þór Gunnar, tekst ekki. Gylfi Brynjar inn í baráttunni við Signey sem að kemur boltanum tilbaka á samherja. Og það er Inga sem að Káramenn eiga.
Hilmar kastar þessu fram og Safo Batu skallar þetta til hliðar. Síðan kemur sending hérna ætla Kristófer. Nær ekki að tengja. Gunnar út á Viktor. Viktor á Plasonic. Hann undir vinstri á Safo Batu. Hann ekki með góða sendingu á Þórð Gunnar. Þetta í andlitið á honum bara. Og boltanum síðan spint upp í loft af Káramönnum sem að væntanlega skila honum tilbaka á Blakala. Það er 63 mínútur liðnar en þá skilur bara eitt mark að þessi lið í þessum leik. Og með sigri þá ná Káramenn nú ekki að lyfta sér upp sæti en Leiknir Fáskrúðsfirði konur í 2-0 gegn Dalvík Reyni. En eins og ég segi, Káramenn er ekkert að fara að lyfta sér upp sæti með þessum sigri ef að verður. En þeir aftur á móti nálgast þennan gríða þétta pakka sem er fyrir ofan á langt upp eftir deildinni. Og þessi deild verður ekki búin fyrir í síðustu umferð. Það er helst Tindastóll sem að úrslitin eru nokkurn veginn ráðin hjá nú þegar held ég því miður fyrir þá. Að sitja neðst. Og Vestramenn Reyknir hérna tilbaka. Kemur Viktor hérna nálgast vítatein, leggur hann út. Og Þórð Gunnar hann á Plasonic. Þeir eru að ná að þjappa Káramönnum hérna inn í tegin og Safo Batu finnur ekki leið í gegn, finnur hins að Þórð Gunnar. Þórður snýr á Guðfinn og út á Plasonic. Plasonic með fyrirgjöfina á fjarstöngina og Arnleifur sér engan annan möguleikann að skalla þetta aftur fyrir. Vestramenn með hotspinnuna, Ólafur Karel skallar þetta út úr teignum. Hér liggur einn Káramanna, Sverrir Mar sýnist mér og heldur höfuðið á sér. En það voru virkilega góðar fréttir sem að komu fram í dag, þar sem að hinn 16 ára gamli skagamaður Ísak Bergmann Jóhannesson hefur verið valinn í aðalliðshóp Norrköping í fyrsta sinn og óskum við honum innilega til hamingju. Þetta er fyrir leik í forkeppni Evrópudeildarinnar. Ísak Bergmann, gríðarlegt efni og fyrir þá sem ekki vita sonur Jóhannesar Karls Guðjónssonar. Og óskum við honum að sjálfsögðu innilega til hamingju með það. Birgir Steinn. Vestramenn pressa nokkuð framalega á vellinum þráttur að vera einum færri hérna. Ólafur Karel með sendingur og Eggert Kára sem hann er að skalla hann áfram. En of fast. Pétur stekkur hérna hátt og setur hendina fyrir sig. Og brýtur síðan aftur á sér hérna og hver er það sem að leggur hérna? Gylfi Brynjar. Gylfi Brynjar að spila öllu aftar en einu vanur. Með spyrnuna, en þetta er skalla frá og Hilmar vinnur boltan framalega þarna. Gylfi Brynjar með baki í markið, rekinn frá Guðfinnur, tekur þennan niður, lyftir honum aftur fram. Þeir eru kannski full bráðir, þeir eru ekki að reyna að halda boltanum nógu mikið innan liðsins. Arnleifur gerir þetta skemmtilega hérna, en Vestramenn á boltanum. Kristófer
kemst aftur í boltan en Plasonic hann er svo tekið niður af Arnleifi og Plasonic vill nú fá eitthvað meira heldur en bara aukaspyrnuna þarna en fær ekki Milos Ivankovic gera sér tilbúinn á varamannabekknum hjá Vestra. Bolti auðveldur fyrir Pétur að taka. Sverrir. Eitthvað hikandi þarna. Kemur boltanum út fyrir. Kemur boltinn inn á tein. Birgir Steinn kemur þessu frá. Guðfinnur framlengir. Andri fram á. Hilmar Halldórsson upp hægri kantinu sem er hérna á flegiferð. Það eru 4 sem að fylgja með en Vestramenn eru snöggið tilbaka. Hilmar gerir þetta vel, kemur boltanum fyrir en Viktor skalla frá. Andri nær að tækla þetta tilbaka, Ólaf Karel. Það vantar aldrei baráttuna í Andra Júl, Arnleifur. Það er ekki að komast fram hjá Viktori þarna en Viktor hins vegar með hreinsun beint á Guðfinn. Ólafur Karel. Langar í skoti, það er máttlítið en beint á Kristoffer, hann finnir Gylfa Brynjar en Osafo Batu nær að vinna honum boltan og kemur honum frá og Viktor ber boltan út hérna til hægri spilar hann tilbaka á Elmar, hann skiptir yfir til vinstri það er Plasonic með háan bolta inn á tegin en beint í fangið á Aroni Aron kastar hérna út á Arnleif, Arnleifur með langan fram en þarna er enginn. Það verður aðeins dregið úr Káramönnum sóknarlega hérna síðan þeir urðu einu fleiri. Þetta kannski, þeim vantar ekki mark. Það veit ekki hversu þungt gengið á undanförnu hvílir á þeim. En Eggert Kári hérna í mikilli baráttu við Osafo Batu og dæmdur brotlegur og þá er skipting. Það er skipting hjá Vestra og það er Joshua Ryan Signy sem fer af velli. Og Káramenn að falla hérna svolítið tilbaka. En bjóða nú kannski hættunni heim eða hleypa Vestramönnum of auðveldlega fram völlinn. Því að þá munar ekki eins mikið liðsmuninn. Ef að Káramenn leyfa Vestramönnum bara að spila. Ivankovic skiptir yfir til hægri. Þar er Elmar. Elmar núna komin hérna út hægra megin, kemur með hann fyrir marki, Birgir Steinn skalla frá, Gunnar tekur frákastið, finnur Viktorsen nær skotinu en það er allt of laust og Aron ver af nokkru öryggi. Þá vaknar stúkan hérna þegar tæpar 20 mínútur eru eftir af venjulegum leiktíma. Það er orðinn þorsti í sigur, hérna kemur langur bolti ætlaður Gylfa Brynjari sem að brýtur á Ivankovic. Ivankovic vel á verði hérna og þá er skipting hjá Káramönnum inn á að koma Róbert Ísak Erlingsson sýnist mér. Fyrir hvern. Og það er Kristoffer Daði Garðarsson sem fer af velli. Róbert Ísak átti mjög góða innkomu hérna í síðasta heimaleik. Gegn Þrótti. Plasonic finnur kollin á Pétri, Sverrir kemur þessu upp í loft, skynsamlega gert.
boltinn tilbaka á Ivankovic. Sjáum að þeir eru konir með 3 manna varnarlínu núna í Ivankovic, Friðrik og Elmar. Þannig að við sjá fram á að geta þrýst Kára liðinu niður, sýnist mér. Og Safo Batu stekkur upp úr tæklingu hérna frá Eggerti Kára. Finnir síðan Þórð, hann á Plasonic er komast hérna nálagt vítategnum. Aftur á Þórð, Þórður tilbaka á Plasonic lyftir þessu inn á teiginn. Þetta fleytt áfram og skalla frá, eða hreinsa frá af Káramönnum. Gunnar Jónas út á Elmar sem mjög framalega hérna með fyrirgjöfina beint á kollin á Hilmari Halldórsinni sem hann skallar hann á Eggert Kára og hann hreinsar frá. Káramenn verða að reyna að halda boltanum þegar þeir vinna hann. Ég hef áhyggjur af þessu, en slök sending hérna og gult spjald á Eggert Kára Karlsson. Já, fyrir brotið hérna, fyrir tóg. Það var svo sem uppsafnað líka. Og Ingas en Káramenn, þeir verða að reyna að halda boltanum, láta liðsmunin vinna með sér, láta vesturamennina hreyfa sig í vörn líka. Mér finnst þeir vera að bjóða svolítið hættunni heim. Og bara hjá Gylfa, nei, og hann vildi nú fá þetta innkast, fékk ekki. Og þá skipting, eða hvað, nei, leikurinn komin í gang aftur. Hilmar tilbaka á Sverrir upp í loft. Þá skipting, Viktor fer af velli. Viktor Júlíusson fer af velli. Og inn á í hans stað. Inn á hægri kantinn kemur leikmaður, já, númer 6. Skulum segja, giska á að það sé 16. Því að það engin leikmaður númer 6 á skýrslu. Hamed Obafemi Laval. Og það korter eftir, kemur langur bolti fram. Andri nær ekki að þessum bolta, Birgir Steinn skallar hann aftur fram. Andri nær að taka niður, tekur hann með hendinni hins vegar. Að mati dómarans. Og þá skipting, Teitur Pétursson að koma inn á. Fyrir hvern? Eggert Kári Karlsson að fara að velli. Búinn að vera yfir við kólan í þessum leik. Þetta varnarskipting, það nokkuð ljóst. Eins og hans von og vísa svo sem fáir menn sem að hlaupa jafn mikið og jafn hratt. En Káramenn leggjast aftarlega sem fyrr. Teitur bætist bara inn í vörnina í 3 manna hafsendalínu, sýnist mér, nema hann sé að koma hérna í hægri bakurinn. Hilmar færður framar. Róbert í mikilli baráttu hérna. Martins kemur þessu fram. Nei, fyrirgefið, þetta var Safo Batu sem nú komin hérna yfir til hægri. Ég biðst afsökunar á því. En annar maður í hans stað, annar staðar á vellinum. Sverrir skallar þetta frá. Gylfi með mikla baráttu hérna, nær að vinna boltan og
dæmd aukaspyrna á Gylfa. Hann skilur ekki fyrir hvað. Andri fór beint í skotið í kjölfarið. Jú, það var Laval sem kom inn á, sko mig. Nei, það var allt saman rétt. Víðir konur í 1-0 gegn Tindastóli og hér kemur aukaspyrnan, hún siglir bara aftur fyrir Völsungur konur 1-0 yfir gegn Fjarðabyggð. 24 mínútur liðnar að þessum leikjum og þá skipting aftur hjá það Þórður Gunnar sem fer af velli eða hvað. Andri vinnur hérna, skallaði mig gegn Plasonic, en Vestramenn búin að vinna boltan á ný. Sendingin fyrir Ólafur Karel, nær að komast í þetta. Aron Robert Spíra kom inn á. Og hér aukaspyrna dæmd og einn Vestramaðurinn liggur eftir á vallarhelmingi Kára. Misti ég að því hvað gerðist þarna. Það var einhver æsingur sem fylgdi í kjölfarið. Það bara krampi á Vestramanninn. Já, Hilmar bara hreint niður af Laval. Ekkert alvarlegt. Leiknismenn ennþá 2-0 yfir gegn Dalvík Reyni. En Káramenn með í að klára þennan leik með sigri. Fara þeir í 14 stig, 2 stigum minna en KFG sem eru reyndar að spila núna á útivelli gegn Þrótti Vogum. Þá enn einn skiptingin hjá Vestramönnum. Hver var það sem fór út af? Nú sá ég það ekki hvort hann fór út af hérna megin. Teitur með spyrnuna inn á tegin. Andri vinnur skallaðan. Vestramenn koma þessu frá ekki langt hins vegar. Guðfinnur síðan með laust og laflaust skot. Já, laflaust skot. Þetta kast tæft. Róbert vinnur boltan. Róbert tapar boltanum í augnablik. Heldur honum hins vegar aftur. Nær honum en svo missir hann út af. En Daniel Agnar Ásgeirsson var að koma inn á. Hvort það var fyrir Viktor. Nei, Viktor var búinn að fara út af. En Pétur. Já, sennilega er Gunnar Jónas Hauksson sem hefur farið að velli. Birkisteinn gerir þetta vel. Arnleifur síðan sem þessu frá. Hilmar Halldórsson á flegi fer hérna upp hægra megin. En fín vörn þarna hjá Friðriki. Já, maður missir málið hérna annars lagið. Þetta er gríðarlega spenna hérna í þessu, en eins marks fórusta ekki neitt. Hérna hjá Káramönnum, Birgisteinn kemur þessu frá. Andri í baráttu
við Daniel Agnar. Daniel Agnar brýtur á honum. Og Káramenn geta andað rólega í augnablik. En ég auglýsi eftir kafla þar sem að Káramenn halda boltanum innan liðsins og láta Ísfirðingana hlaupa og færa vörnina. Já. Birgir Steinn lyftir þessu út til hægri á Hilmar. Hilmar tekur hann niður skemmtilega. Gylfi reynir kloppan hérna og brýtur síðan af sér. Þetta er klaufalegt. Það er að gefa sér meiri tíma til að halda boltanum. Ivankovic á Elmar. Elmar með síðan bolta fram. Missir með sendingi honum. Ólafur Karel horfir á möguleikana, finnur Andri fer bara í skotið af löngu færi og þetta er ekki svo langt yfir. Plakala var nú ekki í markinu þarna. Og sjáum að Káramenn falla algjörlega tilbaka, leyfa vestramönnum að koma hérna fram að miðju eins og ekkert án nokkurs vandræða. Hilmar framlengir þetta á Gylfa Brynjar, Platsonic. Gylfi gerir þetta vel, kemur honum tilbaka Ólafur Karel, lyftir honum hérna í áttina Róberti, en Elmar tekur boltan niður. Friðrik lengir þetta fram á Pétur, skallar hann niður, beint á Hilmar Halldórsson hins vegar. Teitur upp í loft. Já, menn eru láttir að heyra það hérna. Káraliðið tekur greinilega engar áhættur hérna að tapa sér með of marga menn fram. Platsonic finnur Aron Spýr sem er með slaka sendingu í gegn ætla Pétri. Rétt rúma 5 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Og Aron spyrnir frá markinu, þræðir þakbitana, loftabitana. Guðfinnur skallar þetta upp, Platsonic tekur hann niður. Þannig Spýr, hann tilbaka á Ivankovic. Friðrik. Og Daniel fær hann aftur. Ivankovic og Spýr. En síðan með langan bolta yfir beint á kollin á Teiti. Daniel reynir að komast fram í Hilmari, tekst ekki. Hilmar tækla boltan á honum hann, gerir þetta virkilega vel og er síðan tekið niður af Friðriki. Hann ætlaði sér ekkert annað þarna Friðrik Þórir en að stoppa hraða sókn, gerði það nokkuð kröftulega. En hafa menn einhverja skoðanir á varamannabekkjunum. Vildi fá aukaspyrnu á fyrra broti sem að mér sýndist nú bara ekki vera neitt brot sem var að vera alveg heiðarlegur. Sem að Hilmar náði að tækla boltan áður en að maðurinn féll. Og þá er gult spjald á Ingimar Elí. Já, ekki heyrði ég Ingimari núna en allavega fekk hann spjaldið. Róbert hérna, fara með hann út á hotfána. Ætlar að halda honum þar eitthvað. Keyrði niður, dæmdi aukaspyrna réttilega. Stíð á hann líka. Það er ákveðin pirringur að eiga sér stað hérna, en Ingimar Elí Lindsson, ég verða að fá að setja þetta bara á skjáinn líka. Þetta kom mér verulega óvart.
verði að segja, af því að maður heyrði mikið í vestra bekknum en ekki Múk. Hann hefur þá farið fínt í það. Tala með inniröddinni, Ingimar. Og Káramenn með aukaspyrnu hérna upp í hornfana. Andri tekur hann stutt á Arnleif. Arnleif tilbaka á Guðfinn. Guðfinnur undir pressu, setur hann á Birgir Stein. Birgir yfir á Sverri. Já, nú ætlar að reyna að láta það færa sig aðeins. Sverri segja með langan hérna upp í hægra hornið sem skalla frá beint á Daniel. Hann finnur Laval. Laval undir pressu frá Gylfa og Gylfi brýtur á honum. Og Gylfi er það Hilmar Halldórsson sem að næla sér í gult spjald. Það var óþarfi hjá Hilmari. Nú að gera í grafíkinni hjá okkur í dag. 2 mínútur tæpar eftir að venjulegum leiktíma. Og þessi leikur nálgast suðumark hérna. Laval með spyrnuna inn að teignum. Ólafur Karel sterkur hérna, kemur þessu frá. Gylfi Brynjar missir af honum. Plasonits tekur hann á kassan yfir hann. Þetta vel gert hjá honum. Kemst fram í Ólafur Karel. Fær ekki aukaspyrnuna hins vegar sem að mér fannst hann hefði átt að fá. Laval kemst ekki fram hjá Hilmari. Boltinn út fyrir. Þarna í sammála Plasonits. Hann hefði átt að fá aukaspyrnu þarna. En fekk ekki. Friðrik, nú Káraliðið orðið ansi djúpt niðri. Hérna á eigin vallarhelmingi, bara við eigin vítateig. Pétur vinnur, skallan fyrir Plasonits en Aron Ver. Aron í annarsinn í leiknum. Bjargar því sem bjarga þarf. Þvílíkur happa fengur fyrir Káramenn hérna. Sem hann Aron að reynast og þá fer stúkan í gang. Pétur enn einu sinni að vinna skallaboltan og Birgir Steinn gerir það eina rétta í stöðunni eða hvað, hann hefði mátt láta hann fara hana fyrir Aron og þá en þarna sjáum við, menn eru farnir að læra á þessa reglu, setja bara boltan upp í loft þá er þetta ekkert vesen, bara létta pressunni og enn koma vestramenn. Ég held að þeir hljóti að verða. Hér kemur sending í gegn, Gylfi Brynjar að komast inn fyrir Ossafa og hér er hann tekið niður að hvað? Nei, ekki dæmt. Gylfi liggur eftir en hann er staðinn á fætur. Káramenn búinn að vinna boltan aftur. Andri í skotið, Friðrik er fyrir. Þetta er ekki vel leyst hjá Káramönnum. Andri skellir sér tilbaka og við það að vinna boltan að Laval, hann gengur ekki. Hann koma vestramenn. Ivankovic komin hérna inn á teginn með skærin fyrir gjöfin. Birgir Steinn skalla frá og þarna vantar menn fyrir utan. Spýr með boltan. Þarf að setja hann tilbaka á Daniel. Daniel út til hægri. Það er Elmar. Elmar tilbaka á Daniel aftur sem að lyftur þessu inn á fjarstöngina og þar er Aron. Kýlir hann frá. Laval tekur frákastið og sparkar í Ólaf Karel, kemur þessu fyrir Guðfinnur síðan, reynsar þetta alla leiðina upp völlin, ennþá liggur Gylfi Brynjar og annar Káramaður liggur úti hægra megin. Ætla menn ekki að standa á fætur eða gera eitthvað í þessu og þarna leggst þriðji Káramaðurinn. Þetta er að leysast upp í einhverja sápu hérna. Andri Júlíusson liggur út á kanti, Gylfi Brynjar liggur eftir á sóknarhelmingi og það er skipting klár hjá Káramönnum. Gylfi Brynjar að fara að velli eða hvað aftur. Eða Haraldur Sturlaugsson sem er að koma inn á. Býtum við, hver fór út af Andri Júl? Já, Haraldur Sturlaugsson að koma inn á.
Já, maður hefur alltaf undan að hugsa hérna. Káramenn koma þessu frá, Ólafur Karel út til hægri á Gylfa Brynjar. Gylfi Brynjar kominn hérna út hægra megin. Setur hann fram í áttina Haraldinn, finnur hann ekki, Plasonic kemur með langan fram. Arnleifur á undan Pétur í boltan, mikilvægt. Laval tilbaka, Daniel. 93 mínútur komnar á klukkuna. Elmar lyftur þessu inn á teiginn og Vestramenn vinna boltan. Birgir Steinn setur hann upp í lofti. Róbert skallar hann síðan frá Daniel út á Elmar. Nauðvörn núna hjá Káramönnum. Róbert brýtur á Elmari. Spennan geigvænleg og gult spjald á Róbert. Og aukaspyrna á stór hættulegum stað. Konar 4 mínútur framyfir. Það Aron Spýr sem að tekur og Teitur skallar þetta frá. Blakala var kominn inn á teig og Savabatu kemur honum fram. Hilmar vinnur skallan af Harfylgi hérna og kemur honum síðan lengra frá. Blakala þar. Lyftir honum út fyrir. Þetta gott fyrir Kára. Ætlar þetta mark Arnleifs að duga Káramönnum hérna í þessum gríðarlega spennandi leik. Teitur með innkastið, það langt yfir Daniel, beint á Harald. Haraldur missir boltan, Plasonic. Kemur honum fram, Birgir Steinn eins og klettur þarna. Róbert missir að boltanum. Nær honum aftur og vinnur innkast. Þetta gott fyrir Kára. Hún hlýtur þetta að fara að vera búið konar 5 mínútur fram yfir. Arnleifur tekur innkastið. Kastar hérna fram Daniel, skallar hann tilbaka á Arnleif. Arnleifur skallar hann aftur. Daniel tekur hann á kassan fyrir Spýr. Guðfinnur losar þetta langt upp í hornið. Blakala þarf að spretta tilbaka og ná í hann. Haraldur pressar aðeins á hann. Blakala með langan bolta fram. Guðfinnur í barðunum við Plasonic. Plasonic hefur betur. Róbert setur hann upp í loft. Menn eru fannir að læra á þetta. Og þá boltinn látinn falla og Káramenn geta spint honum til Vestramanna. Þeir hljóta að halda sig við það. Og Arnleifur losar hann hérna fram á Blakala. Og áhorfendur kalla eftir lokaflautinu hérna. Blakala losar hann fram. Pétur kemur út. Boltinn rekkur tilbaka á Daniel. Gylfi Brynjar pressar á hann. Lyftir þessu fram á við. Pétur að komast inn á vítateiginn og hann fellur við. Og markspyrna dæmd. Ætlaði sér að ná í víti þarna. Sennilega var nú einhver snerting þarna frá Teiti en búinn að missa boltan frá sér. Og boltinn kominn aftur fyrir. Það leik lokið fyrir austan. Leikni Fáskrúðsfirði vinnur enn einu sinni 2-0. Þróttur Vogum konur 2-0 yfir gegn KFG sem eru góð tíðindi fyrir Káramenn. Slök spyrna frá Aroni og innkast sem að hér góð barátta þarna. Það var Ivankovic sem kom þarna fremst, vinnur skalla einvið. Nú eru komnar 7 mínútur fram yfir. Dómarinn með flautuna í munninum. Hér kemur loka flautið, langþráður sigur hérna gegn sterku liði Vestra. Káramenn fagna ákaft en Vestramenn ganga hnípnir af velli. En ég ætla að leyfa mér að segja verðskuldaður sigur Káramanna hér í dag.
Þeir börðust og héldu hreinu í fyrsta skipti í langan tíma og nú geta menn farið glaðir inn í verslunarmanna helgina. Arnleifur Hjörleifsson, hetja þeirra, átti virkilega góðan leik og ég ætla bara fyrir vikið að gefa honum nafnbótina maður leiksins. En Örn Arnarsson heiti ég og búinn að fylgja ykkur í gegnum þennan æsi spennandi leik. Með mér í útsendingunni á myndavélum var Hjalti Sigurbjörnsson. Svona rétt að fara yfir stöðuna í öðrum leikjum í deildinni áður en við hættum. Tindastóll 0-1 undir gegn Víði, ennþá Þróttur Vogum konur í 2-0 gegn KFG. Selfoss og ÍR ennþá markalaust og staðan 1-1 í leik Völsungs og Fjarðabyggðar, en þar í öllum þessum 4 leikjum að detta í hálfleik. En nú förum við í frí eins og aðrir landsmenn yfir verslunarmanna helgi og ég man ekkert hvernig við erum næst með útsendingu, en þangað til ætla ég að biðja ykkur að muna það að við eigum öll bara eitt líf og við skulum fara vel með það, ekki síst núna helgina. Takk fyrir okkur. Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.